Já, ég heiti Unnur Gunnarsdóttir og ég er grunnskólakennari í Vogaskóla og í Vogaskóla þá leggjum við áherslu á að unnið sé í anda mannréttinda og jafnréttis og fræðslan er samtvinnuð öðru námsefni en einnig fengnir utanaðkomandi aðila með fræðslu eftir því sem við á. Og fræðsla varðandi jafnrétti tekur til ýmissa þátta, svo sem nýbúa, stöðu kynjanna, jafnréttis til menntunar og jafnréttis á vinnustöðum. Það þarf að huga sérstaklega að jafnrétti kynjanna og af hverju það er mikilvægt. Og markmið er einnig að börnin verði meðvituð jafnrétti kynjanna og hugleiði hvað betur má fara í okkar samfélagi varðandi það. Að börnin fái það viðhorf að þau geti valið tómstundir, framtíðarnám og starf óháð kyni. Það þarf að skýra hugtakið jafnrétti kynjanna fyrir börnunum á lifandi og skemmtilegan hátt og á máli sem að þau skilja. Huga þarf að því að verkefni séu skapandi, skemmtileg, falleg og myndræn og þannig má höfða til þeirra sem eiga auðveldara með að sjá fyrir sér hlutina sjónrænt en í rituðu máli. Æskilegt er að senda jafnréttisverkefni heim með börnunum til að auka jafnréttisumræðuna heima. Eins og í skrift, það má til dæmis fjalla það hvort eða láta börnin skrifa að pappinn að velda matinn á meðan að mamma gerði við brauðristina. Og það elda eflaust margir pappar mat, en svona bara hugmynd að snúa svolítið við svona hefðbundnum hugmyndum stöðu kynjanna. Já, við ræddum til dæmis landnámið, af hverju var karlinn með hressan fola og af hverju var landnámskonan með kvígu. Er konan kannski enn með þreytta belju eftir dragi? Af hverju hjálpuðu börnin ekki móður sinni við að nema land? Karlarnir voru með þrælana og alla með sér. Og við vorum einnig með ritunarverkefni, en það var ekki síður í þessari skapandi vinnu sem að orðræða barnanna átti sér stað. Af hverju voru mörg stelpnaherbergi bleik, finnst strákum ekki líka bleikt vera flott. Af hverju eru sum strákaherbergi kannski svört eða blá og af hverju fullorðnir oftast með kannski ljósa liti í herbergjum sínum. Eitt samfélag fyrir alla og þá erum við að vinna svolítið að því að við gerum okkur grein fyrir því, bæði nemendur og starfsfólk, að við búum í margbreytilegu samfélagi með ólíkar þarfir og það að fötlun er eitthvað sem má vera sýnileg og á að vera sýnileg og er bara hluti okkar samfélagi og það sem við kannski reynum að stefna er að okkar nemendur sé ekki þess sem stoppi og stari. Ég held að skiptir líka mjög miklu máli í öllu skólastarfi og orðræði við börn að við séum svolítið meðvituð það svo margt sem að fullorðnir segja svona svolítið ómeðvitað og hefur kannski áhrif á hvernig börnin upplifa kynin. Leggja með mikla áherslu á það að allir geti gert allt sem þeir vilja, bara ef þeir leggja á sig. Það geta allir starfa við það sem þeir vilja, lært það sem þeir vilja, bara ef þeir leggja sig fram. Þar skiptir kynið engu máli. Jafnrétti eru réttindi. Jafnrétti felst í því að allir fái uppfylltar sínar grunnþarfir. Jafnrétti ætti að vera hornsteinn samfélagsins. Jafnrétti eru sjálfsögð mannréttindi.